atkvæði á svokölluðu Hafnartorgi að beiðni borgarfulltrúa allra flokka en fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ástæðan fyrir því að við viljum ræða uppbygginguna Austurbakka eða svokölluðu Hafnartorgi er meðal annars vegna myndunum sem hafa verið að birtast í fjölmiðlum undanfarið og eftir áramótin af þessum fyrirhuguðu byggingum og umfjöllun sem hefur verið í samfélaginu vegna þeirra. Það er rauninni ekki ætlunin að fara að ræða gerð deiliskipulagsins á sínum tíma eða rekja deiliskipulagið aftur til ársins 2006 eða til 2001 þegar fyrstu hugmyndir komið fram. Það liggur fyrir að þetta byggingamagn var samþykkt fyrir 10 árum síðan. Þannig að ég sé í sjálfu sér engar ástæður til þess að vera að rekja það eitthvað, heldur í rauninni að rekja þetta útlit sem er á byggingunum og ég tel að þessi mikilvægur vettvangur hér í borgarstjórn að ræða þetta mál af því það hafa ýmsir aðilar í samfélaginu sagt sínar skoðanir á því, meðal annars Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, og hann segir í Morgunblaðinu í viðtali 13. janúar síðastliðinn að hann bendir á að það sé búið að vera viðvarandi vandamál mjög lengi að fólk fá ekki aðgang að þessum upplýsingum fyrir en það er komið nálægt framkvæmdum og það þurfi í rauninni að kynna borgarbúum fyrir teikningar af slíkum byggingum því að við erum jú að ræða mestu uppbyggingu í miðbænum sem hefur átt sér stað núna í langa tíma og mun væntanlega eiga sér stað núna í langa tíma. Ef við rekjum aðeins forsöguna af þessu að þá var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 1. apríl síðastliðinn, þá var ráðinu kynntar hugmyndir eða myndir af þessum fyrirhuguðu teikningum og sitt sýndist hverjum. Ég var nú ekkert sérstaklega hrifin af þessum teikningum sem voru, eða myndum í rauninni sem voru kynntar þá. Og það var jafnframt lögð fram umsögn svokallað fagrýnihóps frá 20. mars. Það sem að gerist í rauninni næst er það að það er aftur 16. september sem að það er kynnt aftur í umhverfis- og skipulagsráði þessar hugmyndir að byggingunum og þær litu nú að mínu mati töluvert betur út heldur en þessar hugmyndir sem höfðu verið kynntar þarna vorið. En ég taldi engu síður að þetta væru ekki endanlegar teikningar, enda man ég það ekki að þetta svokallaða hús sem að stendur fyrir neðan, þessi glerbygging sem stendur fyrir neðan Arnarhólinn hafi verið nákvæmlega með þessum hætti. Og ég man að ég óskaði eftir því einhverjum fundum seinna hvort það væri hægt að fá afrita þessari kynningu eða teikningum en þá var þetta ennþá í vinnslu og ekki orðið opinbert þannig að það var ekki hægt að fá aðgang að þessu. Síðan sér maður bara þessar myndir af þessum húsum í fjölmiðlum eftir áramótin og þegar að málið er skoðað að þá kemur í ljós að þessar teikningar voru samþykktar á fundi byggingafulltrúa 8. desember síðastliðinn. Þannig í rauninni voru þær ekkert kynntar neitt meira eða lagðar fram í umhverfis- og skipulagsráði frá 16. september þegar seinni kynningin í rauninni fór fram. Það var ákveðið fyrir 2 árum síðan að stofna svokallaðan fagrýnihóp á vegum borgarinnar varðandi nýbyggingar á lykilsvæðum
og það kemur fram að á fundi umhverfis- og skipulagssviðs sem væntanlega hefur átt að vera ráð sérna því þetta ég að lesa upp úr því sem að finnst á heimasíðu Arkitektafélag Íslands að þá hafi verið ákveðið af Reykjavíkurborg að stofna faglega álitsgjafa undir stjórn byggingafulltrúans í Reykjavík til þess að rýna og gefa umsögn hönnun helstu nýbygginga og áhrif að þeirra nærumhverfið á hverfisverndarsvæðinu innan við Snorrabraut, Hringbraut. Og einnig eigi þess svokallaði fagrýnihópur að fjalla mikilvægar nýbyggingar á lykilstöðum annar staðar. Þessum hópi ætlað að gefa umsögn og listræna ásýnd og gæði bygginga á lóða og vera hluti umfjöllun byggingarleyfi. Eins og ég sagði áðan að þá var umsögn þessa svokallaða fagrýnihóps lögð fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 1. apríl síðastliðinn og það umsögn sem er frá 20. mars. Það sem koma fram mikilvægar ábendingar og ég ætla aðeins að fara með ykkur yfir nokkur atriði sem að koma fram í þessu bréfi. Og þar segir að þetta svæði Austurhöfnin sé í hjarta borgarinnar og umfang þess áður óþekkt í uppbyggingu miðborgarinnar. Og með leyfi forseta, þá segir orðrétt, því afar mikilvægt að verkefni sé leyst með það meginmarkmið að skapa betra borgarumhverfi með gæði almenningsrýmis að leiðarljósi. Vegna þess verður að leysa þetta verkefni í víðara samhengi umhverfisins en ekki einungis sem stakar byggingar innan afmarka byggingareis. Á svo mikilvægu svæði sem hér ræðir nauðsynlegt að gera grein fyrir þeim atriðum er varðar hlutverk þess í borgarrýminu og fyrir almenning. Það hönnunargögn sem fyrir liggja svara ekki þeim spurningum sem uppvakna við skoðun á þeim og því nauðsynlegt að borgaryfirvöld beiti öðrum verkfærum en hingað til hefur tíðkast við umfjöllun erindi sem þetta, þar sem áhersla verður lögð á almenningsrými sem verkefni byggingar þess hafa snertiflötu mótun, ásýnd, efniskennd og yfirbragð. Í því ljósi er ekki óeðlilegt að óska eftir nákvæmari þrívíddargögnum og svo framvegis tilvitnun lýkur. Þá segir einnig að það sé mikilvægt að kallað verði eftir afstöðu verkefnisins til Arnarhóls- og Lækjargötu og Kalkúsveg sem á mótun við Tryggvagötu. Og að auki telji fagrýnihópurinn að nauðsynlegt sé að horfa á þennan reit í samhengi við aðra fyrirhugaða uppbyggingu á Tryggvagötu og Hafnarstræti, austan Pósthússtrætis, enda móti þessi tvö verkefni saman stóra hluta Tryggvagötunnar. Því sé eðlilegt verklag við vinnslu þessara tillagna að þau verði lögð saman svo hægt verður að horfa og meta það borgarlandslag sem þau móta saman í víðara samhengi. Þessi umsögn frá 20. mars 2015 það eru ábendingar hvað þarf í rauninni að gera. Þessar ábendingar eru lagðar fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 1. apríl. Á sama tíma og þessar myndir eru kynntar. Ég get ekki skilið þetta bréf fagrýnihópsins að þetta sé endanlegt. Þau eru að segja hvað þarf í rauninni að gera. Þannig að það sem að eigendur þessa svæðis fóru síðan í að það var í rauninni að halda áfram með þessa vinnu. Og síðan var þetta kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 16. september. Þá hafði í rauninni engin önnur umsögn verið gerð af hálfu fagrýnishópsins hvort að þetta uppfyllti þessi skilyrði. Ég sat sjálf þennan fund og ég taldi á engan hátt að þetta væri endanlega útfærslu að ræða. Þó svo að mínu mati væri þetta töluvert betra heldur en það sem hefði verið kynnt 1. apríl. Þannig að það kom mér algjörlega í opna skjöldu þegar ég fer síðan að sjá myndir í fjölmiðlum og það sé búið að samþykkja þetta án þess að það sé búið að gera að fagrýnihópurinn sé búinn að skoða þessar endanlegu teikningar og án þess að þessar endanlegu teikningar séu lagðar fram og kynntar í umhverfis- og skipulagsráði. Hvorki við borgarfulltrúar né borgarbúar fengum neitt að sjá hvað ræðir. Það er ekki eins og við séum að tala hvaða byggingar sem er. Þetta eru byggingar á helsta lykilsvæði borgarinnar í miðborginni. Þetta er mikil uppbygging sem að varðar borgarbúa alla miklu máli. Þannig að mér finnst í rauninni að borgin er búin að setja sér reglur og samþykkja þennan fagrýnihóp og það er algjörlega gengið fram hjá því að leita álits þessa hóps þegar endanlega teikningar liggja fyrir.
eða bara rétt áður en endanlega teikningar liggja fyrir. Þannig að þetta bara einhver geðþótta ákvörðun og það virðist vera sem að sko talandi gegnsæi og og sko upplýsingaflæði. Að það séu fjölmiðlar sem að þurfi að upplýsa okkur borgarfulltrúa og borgarbúa það að það sé búið að samþykkja þetta endanlega útlit á þessum byggingum. Mér finnst þessi vinnubrögð út úr kortinu, mér finnst þau ekki samræmi við það sem hefur verið kynnt varðandi þennan fagrýnuhóp og mér finnst ekki samræmi við það sem átti búast við miðað við sko framgang þessa verkefnis og í samræmi við það hvað verkefnið er. Auðvitað verða ekki allir sáttir hvernig útlit þessara bygginga er. Það liggur alveg ljóst fyrir. Byggingarmagnið er samþykkt en útlitið er eitthvað sem að er eðlilegt að sé unnið í góðu samráði. Og það að borgarfulltrúar fá ekki kynningu á þessu endanlega eða bara fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði, mér hefur fundist mjög eðlilegt að það hefur komið sko endanleg kynning á þessu fram fyrir utan náttúrulega að það væri sko umsögn fagrýnuhópsins sem væri gerð í lokin og þetta væri kynnt í borgarráði. Við eigum eftir að klára að samþykkja teikningar varðandi önnur svæði þarna við hliðina og ef að þetta verklag á að fara líka þannig fram, þá er þetta náttúrulega bara mjög einkennilegt. Það hafa margir bent á það að það hefur verið eðlilegt að það hefur verið samkeppni á þessu svæði og eftir á hyggja er ég algjörlega sammála því. Þetta er ekkert venjulegt svæði sem er verið að skipuleggja. Sko, ég veit ekki hvenær það verður næst farið í það að byggja svona mikið og svona stórt í Reykjavík í miðborginni, eflaust ekki næstu sko áratugina. Það sem á að fara að byggja þarna á þessu hafnarsvæði, ekki bara þessari lóð, heldur líka á hinum lóðunum þarna í kring. Þannig að mér finnst verklagi við þetta að hafa samþykkt þetta án þess að fagrýnuhópurinn væri búinn að fara yfir þetta og án þess að væri búið að fara fram ítarlegri kynningar á meðal borgarbúa og borgarfulltrúar að það er ekki samræmi við það sem búið var að samþykkja verklag þessa fagrýnuhóps. Og það er spurning hvort að þessi fagrýnuhópur eigi bara að vera upp á punt. Að þetta sé bara eitthvað sem er sent í byrjun að þeir geti bent á okkur, þeir eru ekkert að fá endanlega teikningar til sín. Það getur vel verið að einhverju finnist þetta eðlileg vinnubrögð. En ég held að miðað við samstarfssáttmála meirihlutans, þar sem er endalaust verið að tala svokallað íbúalýðræði og gagnsæi og alls konar fín orð, að þá verði meirihlutinn að minnstakosti að fara í samræmi við það sem að reglu borgarinnar og samþykktir eins og fagrýnuhópinn. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég held að þetta hafi verið góð hugmynd að taka þetta til umræðu hér og það er svo sannarlega þannig að það er mikið sem að við getum lært af þessu og eigum að læra af því að þetta er uppbyggingar áform sem að eiga sér ekki marga líka hér í borginni en það kom líka fram hjá borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur að þetta hefur í sjálfu sér staðið mjög lengi til að í rauninni allt frá því að samkeppnin fór af stað árið 2000, rammaskipulag sem var gert 2004, deiliskipulag 2006 og uppbygging Hörpu sem að fór af stað eftir að allt var komið í kalda kol. Og síðan gerist það náttúrulega að það var í 13. maí 2014 að þá koma fréttur það að Sítus sem er dótturfélag Reykjavíkurborgar og ríkis og þá þannig að ríkið á minnir mig 64% og Reykjavík þá 46%, mér minnir þessu nokkurn veginn rétt, hafi selt lóðir á þessu svæði og þá það, ef ég maður rétt, beggja vegna viðgerðskutuna á 4,3 milljarða. Og ef ég les þessa frétt rétt að þá var lóð sem að Stólpar 3 greiddu
Það voru 750 milljónir fyrir lóð númer 1 og það voru greiddar 800 milljónir fyrir lóð númer 2 og það eru þessar 2 lóðir sem að núna er verið að sem nú er til umræðu. Og á þessum tíma lá fyrir heimildir fyrir talsvert eða gríðarlega miklu byggingamagni eða 24.000 fermetrum mun ég rétt pluss bílakjallari. Og þessi sala fór auðvitað þannig fram að þetta var selt með þessum heimildum og allt í allt hefur ríkið þá væntanlega fengið eitthvað 2,5 milljarða fyrir þessu sölu. Og ég nefni þetta vegna þess að það kemur mér örlítið óvart orð forsætisráðherra það að það megi byggja þarna eitthvað allt annað. Af því hann jú í forsvari þessa sama ríkisvald sem selur lóðirnar með byggingarheimildum og ég held að auðvitað hefur ríkisvaldið talið mjög nauðsynlegt að fá þess hátt verð fyrir þessar lóðir. Og eftir að þetta þessi kaup garð gengin og þá fer fljótlega af stað skipulagsvinna á þessum 2 lóðum. Mér skilst að þarna hafi 2 aðilar í rauninni sameinast og það verður fljótlega ljóst að þarna á að byggja íbúðir, skrifstofur og verslunarrými. Og það er rauninni allt í samræmi við það sem var talað allan tíman. Strax upp úr árinu 2000 var talað að þyrfti að styrkja, tengja hafnarsvæðið við miðborgina og í tengslum við tónleikahúsið og svo framvegis. Þannig að líka það að eigi að byggja þarna mjög þétt og það eigi að byggja þarna íbúðu, skrifstofur og verslunarrými að það eru líka, má segja, 15 ára gamla fréttir. Og og síðan fer þetta sinn ganga, það berast fyrir ráðið, umhverfis- og skipulagsráð og nokkrum fundum fáum við kynning á því sem að þarna er í gangi og við sjáum það hér og þessari kynningu frá Landsstólpum hvernig þetta lítur út á þeirra hvernig fer ég fram og tilbaka hér. Við sjáum þennan reit sem er búið að stokka frekar mikið upp. Ég ætla ekki að fara í þennan texta. Þetta er kynning sem að ég man ekki betur en við fengið þessi kynningu þarna 16. september á síðasta ári. Og þarna er sýnd þessi tengl sem að þeir eru að ná þarna við hafnarsvæðin og það sýna þarna Eimskipafélagshúsið og Steinbryggjuna sem þeir vinna síðan úr staðsetning saga svæðisins og þetta er svona dæmigerðar arkitektakynningar. Og svo sjáum við þarna Arnarhólinn og þarna eru húsin ekki komin en stóra sviðið og þarna sjáum við hvernig þetta lítur út upphaflega. Þarna eru reitur 1 og reitur 2 og á upphaflegum myndum og það voru myndir sem að birtust ef ég man rétt í Morgunblaðinu þarna 2014. Þá voru einmitt sýndar þessum 2 reitum 2 mjög stór hús. Og það má segja að svona vinnan sem hefur átt sér stað síðan hefur fólgist í þessu og það eru lóðarhafar og reyndar eftir að hafa fengið athugasemdir og gagnrýni frá okkur í skipulagsráði og frá byggingarfulltrúa líka gerir ráð fyrir. Það sem okkur þótti þetta vera ofboðslega mikill, ofboðslega stórar og rúmfrekar byggingar. Að þá er farið út í það að stokka þetta allt saman upp. Þarna er reyndar Reykjastræti sem alltaf er gert ráð fyrir, en síðan eru húsin tekin í sundur með þessum hætti og það verða til úr þessum 2 húsum verða 4 hús og 2 göngugötur, Reykjastræti sem alltaf var reiknað með og svo kölluð Steinbryggja sem liggur þarna raunin frá Pósthússtræti og áttin að Arnarhóli. Þetta eru göngugötur og verslunargötur. Og svona lítur þetta út á þessum teikningum tengsl við miðborgina, tengsl við hafnarsvæðið og að því að borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir minntist á að þetta væru gríðarleg uppbygging að þá er það náttúrulega ekki bara þarna heldur líka hinum megin reitarins og við erum að frétta það að hótelmenn séu farnir að hugsa sér til hreyfings þannig að það er alveg rétt að það stendur mikið til og það hefur staðið mjög mikið til í
15 ár og þeir sem hafa verið lóðarhafar núna síðast, eða þar síðast ríki og borg hafa verið ekki tilbúin að slá neinu af þeim hugmyndum, en það held ég þetta séu í grunninn mjög góðar hugmyndir. Ég held sé gott skipulag sem að lítur þá svona út með miklu uppbroti og þarna eru sem sagt tengingar í það sem þeir kalla pakkhús. Það er þessi gluggasetning og tiltölulega svona hráa áferð og það er þetta sem að gerist í rauninni þessi kynning eða þessi vinna sem að fara af stað eftir að sú athugasemd kemur frá fagrinihópnum 20. mars það að það vanti miklu meiri þrívíddarteikningar, það vanti að gera greinagerð fyrir áferð húsanna, þannig að það er allt komið þarna. Og þar er tekið líka út af orðum, ég verð að segja það líka út af orðum forsætisráðherrans að mér minnir að hann hafi látið hafa eftir sér í viðtal á Stöð 2 fyrir 2-3 mánuðum að hann teldi að skrifstofuhúsnæði og verslanir af þessu tagi ætti ekki heima þarna, heldur miklu smágerðari byggð sem sagt væri aðlandi fyrir túrista og aðra gesti í Reykjavík. Þannig er ég algjörlega ósammálanum. Ég held að þessi uppbygging að hún verði gríðarlega lyftistöng fyrir miðborgina með 80 íbúðum, verslunum og skrifstofum og það sé eiginlega eitt af því besta sem getur gert fyrir miðborgina. Og við horfum lengur á þetta aðeins, þá sjáum við meira þessum áferðarpælingum og þarna sjáum við í horn á húsi sem er orðið svolítið kunnulegt og hér er mynd líka og þarna sjáum við þetta hornhús, þarna sjáum við inn í þessa götu, nýju göngugötu sem heitir Steinbryggjan og við sjáum hér á hornhúsinu, það er 4 hæðir og 1 inndregin og við sjáum það að það hús er þá, já það er 1 hæð hærra heldur en svarta húsið fræga við Lækjartorg og húsin á bakvið þarna við Tryggvagötuna, þau eru í mörgu leyti í takt við Tollhúsið, heldur lægri og það eru íbúðarhúsin og að því arkitektinn tekur mjög skýra afstöðu í þessu skipulagi og útliti húsana. Hann tekur semst ekki mið af hinu smágerða skala timburhúsana í Grótaþorpi og við heldur að stóru iðnaðarhúsunum sem við sjáum þarna í, nefnilega Tollhúsið sem er flott síðmódernískt funkishús eftir Gísla Halldórsson og svo Hafnarhúsið og að mínum mati er þetta með flottustu húsunum í Reykjavík og rökin eru þau að nákvæmlega þarna á þessum stað hefur alltaf verið atvinnusvæði með stórum skemmum og í rauninni svolítið gróft atvinnusvæði, aldrei þessi svona fínlega timburhúsabyggð. Hún var meira inn á Lækjartorgi. Þannig að mér finnst svona sú hugmyndafræði, sú hugsun í rauninni þó nokkuð sannfærandi. Og held að þetta geti orðið býsna flott og eins og ég segi, ég tel að í þeirri vinnu sem átti sér stað eftir þessar athugasemdir bárust að þá hafi verið tekið tillit til margs sem að þar kom fram í athugasemdum fagrinihópsins og nota bene þegar að þetta var rætt og kynnt á fundi 16. september og þá var engin ágreiningur með ráðsmanna og ég held að við þurfum og þessna finnst mér það er rétt og það er heiðarlegt og Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttir að segja það og mér leið sjálfum eins þegar ég sá þetta allra fyrst þegar þetta voru svo 2 monsterhús þá list mann ekkert á þetta en síðan hefur þetta verið mjög batnandi og hérna sjáum við Steinbryggjuna, þessa nýju götu sem liggur svona díóganelt í gegnum hverfið og ég veit ekki hvort þið munið eftir heilmiklu eða sáuð yfirleitt heilmiklu viðtali sem birtist við Helga Gunnarsson, forstjóra Reyins í Morgunblaðinu í september einmitt, þar sem að hann segir frá því að Reyin hafi tryggt sér verslunarhæðir í þessu hverfi og þeir gerir sér mjög mikla vonur það að þarna muni eftirsótt merki eða eftirsóttir framleiðendur, eftirsóttir smásalar, ætti maður kannski að segja, sækist eftir að komast að með aðstöðu og þeir hafa verið að vinna með sænskum retail sérfræðingum.
Og þarna á að koma í rauninni þessi gata á síðan að mynda ákveðin tengsl í Kolaportið, þannig að getur gengið í gegnum þetta nýja fína hverfi og síðan beint inn í Kolaportið með allskyns dóti og drasli. Þannig að það var nú gaman að þetta tvennt og þessi ólíki karakter hins nýja og gamla fengi að halda sér. Ég nú svona að sýna þetta og þarna sjáum við líka, þarna þessi tilvísun í þessi pakkhús, þetta sem sagt, við sáum þarna til hægri í hornið á tollhúsinu, þetta umferðarrampurinn sem við sjáum í og þetta þessi tilvísun í þessi iðnaðarhús og þarna líka Pósthússtræti, þetta hérna íbúðarhús og svo þessi margfræga mynd sem komin þarna og hérna sem mörgum brá við að sjá og ég ætla ekki að hérna áfellast þá sem að bregður við að sjá þetta en hérna ég þori reyndar ekki að fullvera hvort að nákvæmlega þessi mynd hafi verið í kynningunni í 16. september hreinlega maður ekki nákvæmlega en ég tel að sem sagt þú veist hvort að byggingafulltrúi hefði átt að láta Tóbin vita hann væri það bil að samþykkja endanlega byggingarleyfistekningar, ég veit það ekki. Fagrinahópurinn vann sína vinnu, það var tekið mark á athugasemdum hans, það held ég að sé aðalatrið og nota bene fundargerðir byggingarfulltrúa liggi alltaf fyrir í fundargögnum. Það búið að afgreiða byggingarleyfis áfanga á mörgum fundum þar, þannig að þetta búið að vera nokkuð langt ferli. Þar með ég ekki að segja að þetta allt verið fullkomið og við ætlum að gera þetta alltaf svona. Við getum margt af þessu lært og höfum örugglega gert einhver mistök. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarfulltrúi Trausti Harðarson. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að taka undir með borgarfulltrúa Guðfinnu Guðmundsdóttur að byggingarmagnið svolítið mikið, svolítið vel mikið og meiri umræða mætti alveg vera og meiri kynningar fyrir borgarbúa líka. Ég veist persónulega vanta hérna svona á þessar myndir bæði bygginguna sem að vera milli þarna hörpunar og nýju byggingarnar og það verður líka áhugavert að sjá vetrarmyndir af sömu byggingum alltaf þegar maður sér alltaf þegar maður sér teikningar af nýjum framkvæmdum hjá borginni þá það ansi grænar og ansi bjartar og mjög oft græn þök líka og þarna á þessari mynd náttúrulega mikið af ljósum og það virkar nokkuð bjart og fallegt en rétt eins og þegar vorum að tala að hjóla hér og í öllum veðrum og vindum og að það ansi myrkrað og hérna dimmar yfir í 3 til 6 mánuði á ári á okkur og nauðsynlegt að skoða alla framkvæmdir líka út frá því sjónarhorni. Skiptir nú kannski ekki öllu máli í þessari umræðu en þó ætla ég að nefna að fyrir mig sem úthverfisbúa, búandi í Grafarvogi og 50% borgarbúa býr nú austar en Reykjanesbrautin að bílastæði eitthvað sem við viljum hafa nálægð og auðvitað bílakjallara þarna en við þurfum eitthvað að magna þeim. En ekki langt sen ég var á ráðstefnu hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands þá kom einn helsti steinsteypu sérfræðingur landsins að tala byggingaframtíðarinnar og spurningin var hvernig verða framtíðarhúsnæðin í heiminum eftir 100 ár og svarið einfalt, það eru þau hús sem eru byggð í dag og það eins gott að vanda sig og passa að sé ekki allt yfirfyllt af steinsteypu, grænt líka fallegt. Takk fyrir. Trausti Harðarson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og það tekur næstu til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson.
Forseti, ágætt að hafa þessa mynd hérna uppi til þess að skoða og hafa til hliðsjónar þegar við erum að ræða þetta mikilvæga mál. Þetta eiginlega fer af stað vegna þess að þessi umræða í fjölmiðlum vegna þess að forsætisráðherra gerir athugasemdir við útlit þessara húsa og reyndar við, ef ég skil hann rétt, við þann byggingamassa sem að þarna er. Þá vil ég segja, ég finnst þið heppinn að eiga forsætisráðherra sem hefur áhuga á miðborginni og áhuga á skipulagsmálum almennt og kemur hérna með nýja strauma og nýjar hugmyndir, segir það er umbúðalaust. Hann hefur sterkar skoðanir. Ég vann með honum í skipulagsráði, hann var varaformaður skipulagsráðs þegar ég var það formaður. Mér fannst það gott, hann var frjór, hann hafði sett sig vel inn í þetta í sínu námi, þar sem hann tengdi saman ákveðna hagfræði og borgarþróun við vellíðan til dæmis fólks og vellíðan og starfsumhverfi. Þannig við áttum þetta oft skemmtilegar viðræður og það kemur ekkert óvart sem hann er að segja hér og nú skipulagsmál miðborgarinnar. Það kemur ekki óvart að hann skuli að minnsta kosti gera athugasemdir við og staldra við þegar að hann skoðar þær teikningar sem að nú hafa verið birtar að fyrirhugaðri byggð á þessu nýja svæði. Þegar að við erum að renna hérna yfir myndirnar þá svona rifjaðist upp fyrir mig svona ýmislegt sem er að velta fyrir sig þegar að kynntar eru nýjar byggingar. Þarna var til dæmis sýnt gamla Eimskipafélagshúsið og hvað skildi til dæmis Eimskipafélagshúsið eiga sameiginlegt með Smith og Norrland-húsinu, með Hótel Borg, með Suðurlandsbraut 18, þar sem Olíufélagið HF byggði. Það á það sameiginlegt að þessi hús voru byggð fyrir þá starfsemi sem að þangað fór inn. Þau voru hönnuð af þeim sem ætluðu sér að starfa í húsunum. Og þess vegna bara leynir sér ekki að það er gríðarlegur metnaður bak við þessu uppbyggingu. Og svo sér maður stundum að þeir sem eru að byggja eru að bara byggja og bless. Það ætla sér að byggja í skyndi og klára pakkan og drífa sig í burtu. Það á ekki endilega við þarna, ég er ekki að segja það. En við höfum oft séð það og þess vegna þegar við erum að sjá uppbyggingu eins og þessa, það sem við sjáum að verið fyrst og fremst að byggja framkvæmda aðilum sem að ætla síðan að koma þessi verð sem er fínt og stór hluti af uppbyggingu borgarinnar hefur víða tekist vel. En það er ástæða til þess fyrir okkur að vera þá enn frekar á varðbergi, hafa skoðanir á því sem að þarna á að gerast. Ég vil leiðrétta formann umhverfis- og skipulagsráðs sem að sagði það, ef ég skildi hann rétt, að það hefði verið jákvæður fundur 16. september 2015. Þau tvö skipti sem að ég sá þetta í ráðinu gerði ég athugasemdir við það og ég lýsti því að mér þetta allt of stórt, þetta of svona symmetrískt og ég get svo sem ég bara veit það og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson svo sem farið yfir það og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi líka, að við erum ekki að fara að róta mikið í sjálfu fótsporinu, í sjálfu massanum. Við myndum öll vilja gera það, öll sem vil. Við erum öll að því að þarna hefði mátt auðvitað byrja upp á nýtt og segja þetta þarf að vera fínlegra, þetta þarf að brjóta þetta upp, þetta eiga að vera fleiri hús, þau ekki að standa svona þétt saman, það er að gera þetta miklu betur. En sagan er þessi og við sitjum svolítið uppi með hana og við verðum að vinna út frá því og reyna að gera okkar besta. Og ég held að mörguleyti hefur þarna verið gert prýðilegt. Mér finnst sumar af þeim myndir sem þarna eru ágætar. Mér finnst að við hefðum átt að láta gera módel að þessu. Við hefðum átt að láta gera módel sem er nokkuð stórt, vel vandað. Þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni. Ég held að það sé gott fólk sem stendur að því. En svona módel kostar eiginlega bara 0,0000 eitthvað % af öllu slíku. Og það sem meira en mér finnst að slíkt módel hefði átt að vera opinbert. Það mátti vera gjarnan einhvers staðar á þessu svæði þar sem að fólk hefði getað séð hvernig þetta kemur til með að líta út. Slík tilraun hefur verið gerð áður. Við höfum áður eins og með Hljómalind-reitinn þegar til stóð að fara að byggja hann upp, þá var hann sýndur í módeli upp á Laugavegi og fólk kom með margar góðar hugmyndir og ég viss það að borgarbúar hefðu
margir verið ánægðir og aðrir komið með einhverjar góðar hugmyndir sem við höfum getað nýtt okkur, en kannski fyrst og fremst værum við að upplýsa. Leyfa fólki að taka þátt í því að svona með því að fá upplýsingar í þeirri uppbyggingu sem þarna fyrirhuguð, og það verður það með svo kosti samræmi við það sem að formaður umhverfis- og skipulagsráð hefur ætíð lagt kapp á og var nú að segja frá því nýlega í viðtalið, þar að segja að á byggingarstað séu upplýsingar þannig að fólk viti hvað að fara að gerast, og við sjáum það að víða erlendis gengið miklu lengri því heldur en við gerum hér, en við getum auðvitað gert svo margfalt betur. Þannig að ég hef ennþá miklar efasemdir útlit þessa hús, svo ég segi það. Ég líka þeirrar skoðunar að þetta hús hefði átt að koma, eða byggingafulltrúi hefði átt að koma þessum teikningum inn til okkar áður en að þær voru endanlega samþykktar. Við þekkjum það að fundargerðir byggingafulltrúa eru ekki til samþykktar, þær eru til upplýsingar. Þannig að þegar þær eru lagðar fram í ráðinu, eins og formaðurinn benti á hérna áðan, þá það ekki eins og fundargerðir skipulagsfulltrúa sem við skoðum og förum yfir og óskum eftir að séu teknar upp og jafnvel að þessu einhverju leyti endurskoðaðar. Fundargerðir byggingafulltrúa eru stjórnvaldsaðgerðir, það eru stjórnvaldsákvarðanir. Þannig að svona liggur þetta núna. Ég held að einhverju leyti kannski, sem við grunar það, af því að ég veit að við erum alveg frábært fólk á umhverfis- og skipulagssviði og frábært fólk hjá byggingafulltrúanum sjálfum, nýlega skipaða byggingafulltrúa sem að stendur sig með mikilli prýði, en mér þetta í hugað hugsanlega vegna þeirra skipta sem urðu í þeirri embætti, þar sem kom nýr maður að þarna hafi einhverju talið að upplýsingaflæði hefði verið nægilegt fyrir eða eitthvað slíkt. Mér dettur í hug. Minnst að kosti mér dettur ekki til hugar eitt augnablik að það hafi verið meiningin að halda þessu frá ráðinu. Það væri einhvern veginn alveg út í hött, og ég viss það að ef við hefðum farið vel yfir það og fengi kannski svona ábendingar það, til dæmis frá forsætisráðherra, að það væri fínt að kynna þetta, þá get ég ekki myndið mér annað að við höfum öll sömul bara tekið undir að það væri alveg prýðilegt. Þetta lítur náttúrulega ágætlega út hérna þegar ég horfi á þetta. Ég veit ekki hvort að þeir sem eru að horfa á okkur í gegnum tölvurnar, ef einhver ennþá að því klukkan 9:30 á kvöldi, að þá hérna lítur þessi teikning alveg prýðil út þegar það er ljós í hverjum glugga og svona aðeins tekið að skyggja. Meiri sé að svarta húsið á Lækjartorgi lítur ágætlega út við þessar aðstæður, en við veitum að það nú einhvern veginn af og frá að það sé það nú almennt, sko. Og því miður verður nú eiginlega ætla það að þessi bygging þarna sé nú ekki alltaf svona yndisleg og hlý og eiginlega með hérna hálfpartinn eins og jólaskraut að sumarlagi. Þannig að ég held, og ég beini því nú svona frekar til þeirra sem að sitja í umhverfis- og skipulagsráði heldur en annarra, að við ættum nú sjálf að taka þetta til umræðu og umfjöllunar okkar á milli og sjá hvort að það sé ekki einhverjir þeir þættir í okkar verklagsreglum sem við getum svona tekið betur utanum og þannig tryggt að við getum unnið þetta betur. Við þekkjum það að minnstu hlutir hérna í miðborginni sem að gerðar eru breytingar á í deiliskipulagsáætlunum, þó að reyndar séu undantekningar mjög nýlegar tvær sem að hafa svona farið svolítið í pyrrurnar á mér, að þá eru það verklagsreglur að allar slíkar meðal annars byggingarleyfisumsóknir séu kynntar í umhverfis- og skipulagsráði. Þetta auðvitað sérstakt verkefni og kannski erfitt að segja að þetta sé hluti af einhverjum svona venjulegum verklagsreglum, en þeim mun frekar hefðu við átt að standa að verði og fá það inn til okkar. Og kannski líka er svolítið óþægilegt, eða mér finnst það frekar óþægilegt, að það er svona verið að gefa ráðinu og afstöðu ráðsins einhvers konar einkunn þarna 16. september þegar þetta var kynnt. Mér finnst það aldrei sérstaklega gott, sko. Til dæmis einhver sem að kannski bara sagði ekki neitt, var hann jákvæður, var þann að standa upp og segja mér líst ekkert á þetta, eða hugsaði einhver þetta hlýtur að batna, þetta kemur hann aftur og þá ætla ég að fella betur þetta. Þannig að mikið meira kannski segi ég ekki þetta í bili og sennilega nú tími minn eitthvað fara að ganga á hann, en hérna ég bara tek undir það sem að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sagði þetta og ítreka það
til formanns umhverfis- og skipulagsráðs að ég tel að við höfum að taka þetta upp til umræðu og ég held að við ættum bara að taka þetta til umræðu svona í fyrramálið ef við verðum sennilega vöknuð eftir að vera hér kannski fram til svona eins og miðnættis eða ekki minna mestu kosti. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er Björn Blöndal borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Nei, fyrirgefið. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi að óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta eins og kemur einstaklega fyrir, þetta miklu fremur meðsvar en andsvar og ég vil bara þakka borgarfulltrúanum fyrir góða ræðu og svona einhvern veginn, hvað að segja, svona bara heiðarlega umræðu þetta mál og að því að þetta er flókið og okkar staða var þröng út af samningum sem voru gerðir, sölusamningum sem við í umhverfis- og skipulagsráði höfum rauninni ekkert með að gera og þetta hefur breyst heilmikið. Og ég tek líka undir það sem að borgarfulltrúinn sagði, Júlíus Vífill Ingvarsson, að það er frábært að vera með forsætisráðherra sem hefur alvöru áhuga á miðborginni, en það er ekki þar með sagt að maður þurfi að vera sammálanum og maður hlýtur að geta sagt að vera algjörlega ósammálanum á þess að vera einhvern veginn álitinn bara hinn vesti maður, sko. Það getur ekki verið þannig. Og ég gleymdi að geta þess áðan að þetta í næsta nágrenni við sjáum ekki þarna að þar er einmitt að verið að endurbyggja Hafnarstræti 17 og 19, það er að segja gamla Thomsen magasín og Rammagerðin og þau hús verða byggð nákvæmlega eins og þau voru, annað er byggt frá grunni, Rammagerðin, en hitt er sem sagt verður ekki rifið, heldur sem sagt verður það endurgert, Thomsen magasín. Og þar eru við með hérna fínlegu, sögulegu húsagerð eins og við þekkjum hann úr gömlu Reykjavík þannig að því leyti þarna mun þetta tvennt blandast, gamla fíngerða Reykjavík og svo svolítið stóra iðnvædda hafnarborgin. Sú borg var til strax 1930 þegar að hafnarhúsi var byggt og síðan tollhúsið hans Gísla Halldórssonar. Þannig ég vildi bara svona halda því til haga og mér þótti líka vænt það að borgarfulltrúinn gat þess að ég hef lagt mjög mikla áherslu á það að svona mál séu vel kynnt og ekki síst á byggingarstaðinn en það virðist vera ótrúleg tregða í að þau orð eða þær óskir verða veruleika. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvarum lokið og Björn Blöndal borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti á ágætu borgarfulltrúar. Þetta nú bara búin að vera ágætisumræða hér og alls ekki svona klámfengin neitt. Það er auðvitað svona, hún er svolítið kannski tvískipt sko umræðan. Það er að segja, annars vegar erum við hér að fjalla magn, byggingamagn og hins vegar svona útlit. Hvort tveggja auðvitað háð að einhverju marki bara smekk og huglægum mati en einnig ansi margir svona faglegir mælikvarðar sem hægt er að leggja á hvort tveggja. Ég tek nú alveg undir það sem hefur komið fram hér að auðvitað er byggingamagnið mikið þarna. Það er alveg ljóst. En það er hins vegar ekki sjálfgefið að það sé endilega einhver sérstakur galli í sjálfu sér. Það veltur auðvitað talsvert mikið á útfærslunni og mér finnst þessi útfærsla sem að nú er komin hefur orðið til auðvitað í gegnum faglegt ferli eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór í gegnum hérna
Mér finnst þetta mér finnst þetta nú bara líta ansi vel út, svo að segja, bara fyrir minn smekk. Og það eru auðvitað minn smekkur. Ég held að þeir sem að þarna standa að hönnuninni vilji hönnun og uppbyggingu hafi virkilega metnað til að gera vel og sé að vanda sig og ég held að þeir, eða ég vona það allavega, ég upplifa það þannig að þeir átti sig á þeirri ábyrgð sem að þeir hafa, sem er auðvitað að byggja upp á þessu mikilvæga svæði í Reykjavík, gríðarlega mikilvægt svæði og byggingar sem í raun og veru geta orðið svona ákveðið kennileiti í borgarumhverfinu. Ég vona að blindir mann ekki sína, þetta eru þau bílastæði sem hafa verið þarna í einhverja áratugi, ekki verið mikil prýði og sumir myndu sjálfsagt segja að það væri bara gott að fá eitthvað í staðinn fyrir það, því að þetta hefur auðvitað verið svona hálf eyðimerkurlegt svæði og þrátt fyrir að bílaflóti landsmanna sé nú að mörgulegt ágætur, þá er það bara ekki, hefur þetta ekki verið nein sérstök prýði og við held ég getum öll verið sammála það að það er mikið fagnaðarefni að uppbygging á þessum lykilreit sé að fara af stað á fullum krafti og ekki síður að þar að baki liggi mikil metnaður. Ég ætla nú ekkert að blanda mér svo sem sérstaklega í með hvaða hætti hlutirnir hafa eða hefðu átt að fara í gegnum umhverfis- og skipulagsráð. Ég var þó staddur var satt sem varamaður á þessum fundi umrædda 16. september, misminnir ekki hrapallega og deildi með þeirri tilfinningu sem að ég held að flest allir fundamenn hafi nú sagt uppátt að þeim kom nokkuð á óvart hvað útfærslan sem þá var borin á borð var í raun góð. Og það var svona ákveðin feginleiki í hópnum, allavega tjáðu sig flestir á þann hátt. Og ég tek alveg undir það, það var auðvitað það er mikið gleði efni að þarna væri komin fram útfærsla sem að ég upplifiði að kannski þorri fólks gæti fellt sig við. Auðvitað er það þannig að það er alltaf einhverjir sem að hafa bara aðra skoðun, hafa annan smekk og hugsa hlutina öðruvísi, frjóir sem ófrjóir. Ég get til dæmis ekki sagt að ég sé neitt sérstaklega, ég er bara alls ekki hrifinn af svona leikmyndasmíði hugmyndum eins og margir eru með og mér finnst kannski forsætisráðherra oftar en ekki vera á þeirri línu, svona þessari leikmyndasmíði línu að endurskapa eitthvað gamalt og búa til eitthvað svona umhverfi fortíðar á nýjum stað og ég segi fyrir mína parta að mér finnst það ákveðlega svona mikil það er svona stöðnunarhugsun, það væri hörmulegt ef að við værum að byggja allstaðar bara einhver svona dúkkuhús og staðreyndin er auðvitað svo að þó að það hafi tekist alveg þokkalega hér á nokkrum stöðum að byggja í svona leikmyndastíl, í svona gömlum stíl, ágætis dæmi það er hornið Aðalstræti Túngötu, þá er ég ekkert viss að það hefði verið síðra ef að þarna hefði verið settar byggingar í nútímalegri stíl. En gott og vel, þetta er ágætt, það má ef maður fer í fagurfræði, það viðátturljótt skilti alltaf þarna framan á þessu Aðalstrætishóteli sem að einhvern veginn rýrir nú þetta svona
forna gildi sem það er sett, en það er nú smáatriði. Það er auðvitað pínlítið, það er auðvitað svolítið, sko, það er einlega ekki hægt að fara í þessu umræðu án þess að nefna þetta hafnargarðsævintýri forsætisráðherrans, sem hefur auðvitað verið ævintýralega sérkennilegt og en það virðist nú að hafa náðst lausn á því þó hún sé nokkuð kostnaðarsöm og alveg gott og blessað að umgangast fornminjar og minjar, þetta er nú ekki fornminjar þarna reyndar nema litlu leyti en svona miðjar af virðingu og það má nú reyndar í því samhengi nefna að það var auðvitað mjög merkilegur uppgröftur í Lækjargötunni þarna skammt frá þar sem að kom í ljós landnámsskáli sem er auðvitað gríðarlega merkilega fornleifar og gaman að sjá hvað rannsóknir á þeim mun leiða í ljós. En gott að blessa, þetta er svo sem bara allt í góðu, það er búið að taka þennan snúning og þessi hafnargarður eins og reyndar, þú veist, það í raun og veru það mál endaði náttúrulega svona ekkert á ósvipuðum stað og það var búið að ná þarna ágætis lausn áður en að svo virðist vera sem forsætisráðherra hafi farið að beita sér málinu og það sem er á borðinu núna er svo sem ekki langt frá því og uppbyggingar aðalatirnir þarna auðvitað, það er aðalatrið, þeir eru auðvitað uppteknir og meðvitaðir það að það er hagur þessar uppbyggingar að tengja sig við þá sögu og það sem að þarna hefur verið og farið fram og auðvitað byggingarefni og svona þessar pakkurspælingar og annað slíkt auðvitað er í takti við það. Svo er það auðvitað þannig með hús eru bara fín og ágætt ein og sér en hús er náttúrulega svona tiltölulega leiðinlegt fyrirbæri eitt og sér og það er starfsemin og það líf og það mannlíf sem fylgir húsinu sem er auðvitað miklu meira spennandi að mínu mati. Við erum með ágætis dæmi, ég meina hvernig starfsemi getur haft áhrif og hefur bara afgerandi áhrif á upplifun þín á húsi, það þekki allir. Ég meina Alþingi, ágætis dæmi það. Bæjarins bestu pylsuvagnin, annað gott dæmi. Flestir mjög jákvæðar tilfinningar gagnvart Bæjarins bestu pylsuvagninum. Ekki það nú neinn svona sérstaklega sérstök bygging. Það verið nefnt hér kassalaga hús á Óðinstorgi sem að hýsir Hótel Óðinsví og Snabs. Tilfinningar fólks gagnvart því húsi ráðast að miklu leyti af því hvaða starfsemi er í hverju sinni. Og ef starfsemi er jákvæð og hefur yfir sig líflegt og gott yfirbragð þá auðvitað stýrir það meira en nokkuð annað afstöðu fólks til byggingarinnar eða svæðisins. Og það er auðvitað það sem að aðalávinningurinn felst í þessari uppbyggingu þarna á þessu bílastæði að þessu mun fylgja vonandi, við skulum rétt vona það, mun fylgja lífleg og öflug starfsemi af ýmsum toga og mannfólk. Það væri mikið lyftistöng fyrir miðborg Reykjavíkur að fá þarna inn öflugar verslanir auðvitað, sérstaklega ef að þær eru til þess að auka svona fjölbreytni verslunar, auka fjölbreytni vöruúrvals í miðborginni. Og ég held að það sé þetta það sem að við hljótum öll að vona og hljótum öll að leggja svona okkar lóð á vogarskálan að ýta undir það að þarna verði öflug og lífleg starfsemi.
En það alveg ljóst að svona mikil uppbygging flókin og hún krefst þess krefst vandara vinnubragða og krefst þess að fólk sé upplýst á hvernig tíma og ég ætla ekki að fara að gera lítið úr því að upplýsingar framkvæmdirnar þarna og fyrirhugaðar og líka ekkert síður á byggingatíma, það lykilatriði og hér á komið inn að það hversu mikilvægt það að við gerum kröfu að góðar upplýsingar sé á byggingastöðum og við getum sameinast að knýja á það. Þetta er svona ferli sem við þurfum að hnykkja dálítið vel á. Við þurfum að krefjast þess að byggingaraðilar setji upp skýrar og góðar merkingar og myndir af þeim byggingaráformum sem þar eru og á sinn eigin kostnað og ég held að við verðum að gera það, ég held að við þurfum að vera ansi svona proaktív í því, ég held að við þurfum að setja mjög skýra reglur hvað á að sýna, hvernig á að sýna það, gefa þetta eitthvað rými fyrir útfærslu byggingaraðilans og í svona tilvikum að þá þurfum við auðvitað að ef að byggingaraðilinn stendur sig ekki að þá hugsanlega þyrftum við að hafa eitthvað tól til að grípa þar inn í, setja þessar merkingar upp sjálf á kostnað byggingaraðilans en það sé raun og vera aldrei ásættanlegt að merkingar og upplýsingar séu ekki viðunandi. Og þetta krefst auðvitað þess að þetta krefst töluverðar eftirfylgni og þetta er auðvitað ný hugsun og þetta hefur ekkert verið svo sem þetta hefur verið sáralítil krafa á verktaka á Íslandi að upplýsa almennilega hvað verið að gera og það er ekkert sérstaklega mörg ár síðan að Vegagerðin til dæmis tók upp á því að setja upp smá upplýsingaskilti þar sem þeir voru að gera þar sem vegaframkvæmdir voru í gangi. Fólk hafði löngu bara keyrt á einhverjum hálfgerðum troðningum þar sem að vegaframkvæmdir stóð yfir án þess að vita nokkuð hvað var í gangi, hvað myndi standa lengi og svo framvegis. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt og skapar auðvitað svona kannski meiri ró framkvæmdir hverju sinni. Því að óvissa er auðvitað ákveðin rót óróa og svona óttægjafel. Og sama er bara varðandi alla þessa uppbyggingu í borginni á þéttingarreitum hér í miðborginni og auðvitað þar sem að þétt verður í framtíðina. Við þurfum auðvitað að fara að setja miklu stífari reglur, meiri kröfur á verktakana að hvaða svæði þeir með að athafna sig og hvernig þeir standað upplýsingagjöf. Og ég nú bent á og nefnt það ofta að það virðist ekki vera neitt sérstakt tiltökumál fyrir þá sem er að byggja hús í borgum erlendis að athafna sig í raun og veru bara algjörlega inn á sinni lóð en hér hefur tendensin verið að breiða úr sér allt og loka götum og telja allt ómúlegt ef það allast til að menn taki eitthvað tillit til nágrannarsins. Þannig að þessu verðum við að framfylgja af bara mikilli festu og ég held að séu allir í borgarstjórn sammála að það er að gera. En já, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra en það er bara spennandi að sjá þessi áform, sjá þetta vera til og verður ekki síður spennandi að fylgjast með svona hvernig næstu skref verða. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næsti punktur. Forseti, borgarfulltrúar Sigurður Birnir Blöndal var tíðrætt forsætisráðherra, en forsætisráðherra hefur ekki bara látið byggingarmagnið eða útlit húsanna sig skipta í umfjöllun fjölmiðla, heldur bent á samráðsleysið bæði við borgarbúa og borgarfulltrúa
að teikningarnar voru ekki sýndar fyrr og þessi hús fyrr en eftir samþykki byggingafulltrúa 8. desember síðastliðinn. Og það kemur mjög skýrt fram í Morgunblaðinu 13. janúar þar sem að finna viðtal við forsætisráðherra að blaðamenn Morgunblaðsins reyndu ítrekað að fá afrit af þessum teikningum og upplýsingar og samskiptin hófust í apríl í fyrra og það var ekki fyrir en loks rétt fyrir jólin sem að þeir fengu þetta afhent. Þetta bara það sama og við öll vitum sem sátum í umhverfis- og skipulagsráði að það var ekki hægt að fá afrit af þessu þar sem að þetta var ennþá í vinnslu og eigandi svæðisins vildi ekki að gögnin yrðu gerð opinber. Umræðan hér hefur verið tvíþætt. Það er annars vegar byggingarmagnið og hins vegar útlitið á þessu og við þekkjum öll forsöguna, við þekkjum það öll að byggingarmagnið var samþykkt fyrir löngu síðan. Þannig að þetta snýst fyrst og fremst útlitið og vinnubrögðin. Það er að segja að borgarbúar og borgarfulltrúar máli sér kynnt fyrir aðilum áður til þess að fólk geti sagt skoðun sína á þessu svo að eigendurnir geti brugðist við og verið í samráði við borgarbúa og borgarfulltrúa. Þessi mynd sem er hérna á skjánum, hún virkar mjög svona eins og maður sé staddur einhvers staðar í útlöndum og þessi ljós að það er spurning hvort að þetta verður allt saman sett upp því að þetta virkar voðalega huggulegt. Hins vegar er það þannig að þessi risastóra bygging sem er fyrir neðan Arnarhólinn að ég sannfærð það væri hægt að byggja eða teikna þetta hús þannig að meiri sátt myndi nást á meðal borgarbúa útlit hússins. Mér persónulega líst ekkert á það. Þetta er auðvitað frábært húsnæði fyrir eigandann til þess að leigja út. Ég hugsa að það sé leituna að flottara innan gæsalappa verslunarhúsnæði í miðborg Reykjavíkur með slíka útsýnisglugga. En ég sannfærð það að það hefði verið hægt að teikna þetta hús þannig að fleiri gætu sætt sig við það. Ég tel mikilvægt að við lærum af þessu ferli og förum eftir í rauninni því sem var samþykkt hjá borginni fagrýnihópinn, þannig að fagrýnihópurinn fái þetta til skoðunar, slíkar teikningar áður, ekki bara umsögn eins og liggur fyrir í þessu máli í upphafi og byrjun á því að þessar teikningar eru lagðar inn, því að auðvitað fóru fram mikla breytingar frá því að hugmyndir eigandans lágu fyrir þarna 1. apríl. Þannig að það hefði verið mjög eðlilegt og í samræmi í rauninni við þessar reglur sem borgin hefur sett sér fagrýnihópinn að leggja teikningarnar síðan aftur fyrir fagrýnihópinn til þess að fá álit hans auk þess að kynna þetta allt saman betur. En eflaust var það vegna þess að eigandinn vildi það ekki, en það er spurning hvernig við borgaryfirvöld getum, við borgarfulltrúar getum breytt þessu vinnulagi. Ég skynjaði það í umræðinu hér áðan að þeir borgarfulltrúar sem tóku hér til máls væru sammála því að það þyrfti að kynna slíkar byggingar í miðbæ Reykjavíkur betur fyrir öllum og það þyrfti að vera meira samráð. Ég átta mig líka á því að við getum aldrei orðið sammála útlit húsa. Hins vegar held ég eins og ég sagði að það væri hægt að ná meiri sátt þetta svæði heldur en er í dag og ég held að það sé ágreiningur byggist að miklu leyti á þessari leynd sem hefur hvílt yfir útliti þessara húsa af hálfu eigandans. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræður lokið. Hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókunar, bæði meirihluti og minnihluti. Þá hoppum við yfir lið 6 og 7 eins og